Sestir hérna í mánudagsgalsa strákarnir með derhúfurnar í Myntkaup Arena. Það er mánudagur, nú gengur ekkert að vera eitthvað á föstum dögum, nú þarf bara að taka upp eftir leiki. Ég hefði viljað taka upp laugardagskvöld. Var ekki KKÍ mím sem kallaði eftir þessu? Jú. Ég sá í skoðanakönnunni að það var verið að kalla þetta 3+. 3+ í viku. Þetta er svo mikil vinna. Já, þetta er það. Þetta er mikið álag á okkur. Menn halda alltaf að þetta sé bara eitthvað svona að setjast niður og byrja að blaðra. Þú ert að reynda með tækni með hann teimi, þannig að þú raunverulega sest bara niður og... Hann var farinn. Hérna, sko, þið spurðið hvort þið ætti að vera með einhverja heimavinnu. Ég sagði nei. Af því að við ætlum einfaldlega bara að kryfja þessa leiki. Mátu ekki. Sko, byrjum á leiknum sem að, það var þetta ekki, Heisi Högg hefur aldrei séð ótrúlega leik reyndar og eitthvað svona, en þú veist, þetta var samt alveg svona topp 5 leikur sem maður hefur séð, Stjarnan Tindastóll, eða ekki? Jú, á svona ángríns, ég var að pæla í því bara, það var trilltur leikur, bara, það var allt í þessu. Það var allt í þessu. Er eitthvað sem var ekki í þessu, Tommi? Slagsmál, Já, það vantaði slagsmálin. það komið svo sem í lokinn En það voru stimpingar samt, skiljum eftir leik. Í lokleik, já. Setfili Dave var næstu búinn að slást við Drungílas 2 svar, Sigtrygg Arnar einu sinni Já, þeir við hann og Badmus einu sinni. Það var aldrei hann að gera neitt. Nei, bara svona tangled up, Já, já. skilur. Gamli Drungílas verður náttúrulega búinn að kjálkabrjóta hann, sko. Já, Hann er bara byrjað að væla yfir honum. Ég vil ferða í taugarnar á mér. Þeir eru búin að berja alla hörk úr honum, dómararnir. Munið eftir Drungilas. Drungílas hérna á móti Kristoffer Eikoks í heilri seríu og Milka í heilri seríu. maður eftir Milka, já. Manstu ekki eftir Kristoffer Eikoks seríunni? Nei. Hann gaf hún svona 4 olnbóðskot sem komu inn á bónusspjallið og allir eitthvað svona á ekki að setja henni í leikbann, á ekki að fara að setja henni í leikbann. Munið ekki eftir þessu? Var það þá sem fekk viðnefnið Olbos, Adamos Olbos. Það var þegar hann var nýkominn í Þorlákshöfn og bara rotaði manni hverju einu Var það ekki þegar Milka var í Kef og Drungílas mögulega bara í Þór? Jú, en svo Það líka, jú. Annar er svona alvöru Lithuanian, sko. Já. Og hinn er, Að Yankee. já, dálítið mikil kani, sko. Ég held að það sé líka dálítið stál í stál hjá þeim, sko. Já. Mér finnst hann bara orðin svo, þú veist, eitthvað svona alltaf að horfa eitthvað á dómarana og bekkinu og bara eitthvað svona fórnalamb. Ég held að það sé, það er búið að berja, að þú veist, flaut úr honum alla hörkuna. Skilurðu? Af hverju? Það má alveg fá eina ásetningsvilli og rót einhvern, sko. það má alveg taka á sig harða vill. Já, já. Algjörlega. Já, ég veit ekki mér. Setfili Day er Mér búinn að finnst taka þetta Tindastólsstið í fyrstu 2 leikjum og flengja þá inn í teig. Ég er búinn að biðja hann afsökunar, en ég held að hann myndi einhvern veginn, þú veist, af því að hann er svolítið inn í teig. Já, já. Svo er þetta bara svona þristar fjarkan með honum. Viktor Lúðvíks. Alveg harðir allir og Bjarni Guðmann og eitthvað, skilur en enginn af þeim er stór maður. Og ég held að hann myndi fá Badmus, Drungílas og finnska frænda þinn, Steinar, og bara alla í smettið og bara eitthvað svona, það væri of margir konsistar. Já, fjastnast á honum. Já. Getið dreift villum og annað og... Já. Já. Bara mér finnst bara, sko, mér finnst Drungílas langmikilvægasta leikmaður stóluna og mér finnst hann bara þreyttur. Náttúrulega í þessum leik hérna, þá var að búið að hanga honum hann inn á alla 4 leikildeila og svo framlenginguna. Þeir verða að hafa hann inn á því að bara vörnið þeirra er svo gatasikti Þeir eru séð gaurinn sem kemur inn í staðinn fyrir hann, eða? Þeir ætla að vera að nota vinn minn, hann hérna Daniel Dolens. Ég er að tala um hann. Sem ætla gali líka að henda honum inn og ég vil bara spila Ragnar Ágúst og fara það í eitthvað smólból á mótið þeim eitthvað, skilur. Bara mæta smólból með smólból, prófa það. Myndi ég gera ef ég var Arnar. En hérna, bara mér Drungílas bara ekki að hafa neitt úthald lengur, ég veit ekki af hverju, sko. Það er ekki svo að sé hundgamall eða í lillegu standi, sko. Hann er ekkert feitur að neitt. Þú veist, hann er bara alltaf einhvern veginn búinn á því. Hann var hættur að fara í frákvist þarna í lokinn, hann var bara, veist, við vorum með óversa frákvistum, hann hefði ekstra mikið fylgjast með náttúrulega. En bara, hann var alltaf að peika poppa og fór aldrei inn í sóknarfrákast og aldrei í varnarfrákast, hann var alltaf út í 3 stigslínu einhvers staðar, bæði vörn og sókn. En er ekki bara allt og mikið tempo fyrir hann? Ég meina að það er aldrei að hvoruglir, Stjarnan vill og getur hlaupið. Þú veist, ég sagði síðast að þætti að Hilmar gæti spilað til þess að hvernig einasta degi og Setfili Dave og þessi gæjar 45-50 mínútur, sko. Við þá tölum um að fyrir úrslitakeppni að Stjarnan væri by far í besta forminu á öllu liðum deildinni, sko. En
En sko, en stólarnir, þeir vilja líka, þú veist, pússa upp tempóið og hlaupa bara með þeim og eitthvað. Drungíla, þú veist, getur það ekkert. Hann er búinn á því, þeir hlaupa upp og niður 3 svar og hann er bara, þú veist, Hann er bara gasað. hann er bara gasaður. Og maður sér það að þetta er rosalega þægilegt stundum mitt þegar maður er svona stór að býða bara fyrir utan þriggja, þú veist, að vera í einhverju poppi. Já. Og hann einmitt hafa kannski bara orku í að krassa sóknarfrákastið í svona 7. hverju sókn, sko. Hann gerði það í fyrsta leiknum af því að hann var bara pirraður, sko. Hann vantaði alltaf reiði í hann í þessum leik 2, sko. Já. Hann vantaði alltaf þetta urgency í hann, fannst mér. Nokkur atriði sem að mig langar svona að ræða. Eitt af því er ekki hvort það hafi verið skref, ég ætla ekki að ræða það. Akkur ekki. Það er ekkert að ræða. Ég bara nenni því ekki. Verður ekki komið eitthvað aðeins inn? Nei, þú getur rætt á bónuspjallinu minnir. Ég ætla bara að ræða fullt við þig. Já. Hérna, það sem að mig langar að ræða til dæmis er, sko, það er mjög augljóst að Janis Agravanis er óvinsæll meðal leikmanna Tindastóls. Þið sjáðu svona hvernig þeir, sko, þegar hann fékk 5. villuna og hvernig þeir svona glotta og klappa svolítið á hann, Drungilas og íslensku leikmennirnir Sigtryggur. Ég er svona, mér finnst það skína svo í gegn hvað, þú veist, they don't like him frá því fyrra. Já, hann var alltaf ekkert vinsæll, svo bróður hans ekkert að hjálpa þarna heldur. Nei. Eiga, þú veist, ég meina, eftir þennan leik í gær á laugardaginn, þú veist, Janis var sem ekki með þessum leik, sko. Nei. Snemma í villuvandræðum, fálar út í early í 3. leikluta. Eiga hann ekki bara svolítið inni? Góður í fyrsta leik? Jú, þetta er inni. Eins og þeir áttu Hilmar Hennings inni eftir leik 1. Já. Jú, þeir eru klárlega inni. Hann var alveg eftir að eiga eitthvað moment, skilur. Punktur 2 hjá mér er, basically, að sko Stjarnan er búið að vinna 2 leiki núna. Ég hélt að til þess að Stjarnan myndi vinna Tindastólsliði eins og Stjarnan eru mannaðir í dag, þyrftu bestu 4 leikmenninni þeirra að eiga A+ leik. En við erum með fyrsta leik þar sem að Hilmar getur ekki neitt. Svo erum við leik 2 þar sem að Janis er eiginlega ekki með. Já, en það erum við aftur á móti með Stöðli Day sem hefur verið að taka framlega á við 2 í rauninni, sko. Sérstaklega fyrsta leik. Já. Á mjög góður leik 2. Var hann ekki bara með triple-double? En það finnst náttúrulega prime Klay Thompson í Bjarnar Guðmann í leik 2, sko. Reyndar. En ég hélt samt bara til þess að þeir myndu vinna full manna Tindastólslið, þá þyrftu þeir að fá svona framistuðu frá 5 gaurum og Bjarni þyrfti að vera bara á hann eitt, sko. Já, það er bara langt sem maður sé Bjarnar svona góðan, sko. Hefur einhvern tímann síðan svona góðan? Ég bara með Skallagrím á sín tíma þegar hann var, þú veist, 15-10 afrætt, skilur. Já. Þegar það var 4+1, sko. Já, í 4+1 sem sagt. Já. Hérna, förum í, sko, það sem hefur svolítið gerst er að menn eru að tala um hvort það hafi verið skrifað ekki. Sem að er hundleiðilega umræða. Sko, hvað gerist, og þess vegna hefur ekkert eitthvað mikið verið rætt, sko, hvað kannski gerist þegar að Gunni Birgis á Ólafsvík segir ha, þegar að það er 9-1 sprettur í gangi og ég segi að Stjarnan eru bara að fara að vinna þetta. Ég meina að það kemur að einhver sturlaður þriðjuleikluti, sko. 28-8 eða eitthvað. Já. Hvað er í gangi hjá Sauðárkrók? Hvernig getur þú farið í svona svakalegt meltdown? Ég skil alveg ármenningar hafi átt svona spretti í vetur eða Akranes eða eitthvað. En hvernig getur þú verið með 8 atvinnumenn og dottið á Stjarnan gerði það með KR líka, sko. svona swing? Í leiknum sem þeir eru lokus í, tókur þetta KR. Bara eiginlega alveg eins svipað. Voru, 17 undir eða eitthvað? 14 undir, já. Eitthvað svona, 17 undir. Það tókur raun allt í hennu bara. Þetta er bara svona, þú veist, ég veit ekki hvort að maður er að kenna KR þá í því tilviki eða Tindastól, auðvitað eitthvað, en Stjarnan líka bara eru bara ólsegir, sko. KR náttúrulega lentu í alls konar vandræðum í þessum leik, samt, sko, ef við förum eitthvað í það, sko. KJ villaði út, Linnards villaði út og það er rosalega munur á þeim og Þorvaldi Orra og Friðrik Anton sem voru inn á. Já. Stólarnir eru bara með alla svona bestu leikmenn. Þetta setur Basíl, sko, streit í 7 mínútur í 3. leikluta eða eitthvað. Sem miskilegt, það er bara langbestur í þessu stólaliði í þessu seríu, sko. Arnar eiginlega bara rótar svolítið yfir sig þarna 20 stigum yfir, sko. Sem er punktur sem langar að koma inn á er hann bara ekki að rótera of mikið eða? Jú. Það er að gera þetta allt tímabilið og ég skil alveg taktikinn að ætla að gera þetta á móti Stjörnunni sem eru þunnir og ætla að þreyta þá eitthvað. En svo erum við búin að tala um það eins og að þeir eru bara í langbæst standinu og geta allir spilað 35 mínútur pluss og virðist ekki blása nös við það, sko. Nema kannski Pablo sem er mest óvanið á þessu tímabilið að spila svona mikið.
Já, en hann var ekkert eitthvað þreyttur. Nei, hann er í toppstandi og allir maður, skilur. Já. Og bara stólar eru að rótera heila mikið. Þeir eru að spila helmingi minna heldur en NBA-liðin, er það ekki rétt hjá mér? Ertu að tala um... Þeir eru að spila Í playoffs, í playoffs, já. Helmingi sjaldnar. Þetta ekki 2-3 ára viku? Ef þú tekur bara 20 daga í senn eða eitthvað. Já, jú. Er ekki svona cirka bát spilað NBA með 1-2 daga á milli og Íslandi 3-4 daga á milli. Já. Það er bara misjant, en jú. Já, en þú veist, ef þú coverar bara heilt playoffs, þá er 48 mínútur í NBA, 40 hér og það er leikið örar. Já. Veist, og ég veit að hæfileikarnir eru öðruvísi í NBA. Já. En þú veist, þú getur alveg tekið einhvern gaur og hann getur alveg verið í NBA úthaldsformi, fattar mig. Já. Já, það, þú veist, þetta er... Þeir eru ekkert þreyttir, stjarnan er ekkert þreyttir. Það er málið, sko. Það er engin gamall þarna, annarkvort eru menn bara með brotin olbú og slitið krossband eða þá bara það er ekkert af þeim. Já. Þeir eru fully fit gæjar í præminu sínu. Það er líka bara, skilur, oft er betra að hafa kannski aðeins þreyttan góðan heldur en óþreyttan verri, skilur Já, akkurat, sem að eru svolítið tindastólsleikmennir. Hvern myndur þú láta sita í stólunum? Hverjum ætti að spila minna? Ég myndi ekki spila Finnanum. Ég myndi bara ekki setja hann inn á aftur í seríunni. Ég myndi láta Tævo Badmus í 5-una og Ragnar Ágúst í fjarkan. Já, ég líka. Eða öfugt, skilur þú? Ég myndi eiginlega ekki koma Pétur Rúnar mikið meira inn á nema bara Basíl þurfi bara bríðir. Það er algjör óþarf að Pétur Rúnar spili 6-7 mínútur eitthvað í þriðjuleikluta til að Basíl sé bara eitthvað, ekki einu svona anda hátt á bekknum, sko. Nei, og mér finnst Pétur Rúnar ekkert að vera lélegur en að koma inn á endilega, skilur þú? Bara, þú þarf bara að þrengja rotation, sko. Já. Sama með var eitthvað einn enn? Já, Gex, ég veit ekki hversu mikið spila Gex í þessu seríu, mér finnst hann ekki hafa gert neitt. Já, hann var með eitthvað 3 þrista í fyrsta leika eða eitthvað, en mér finnst hann er í vesinni varnarlega, miklu meira vesinni en allir hinnir í stólunum. Já, hann er samt fínn í vörn, ég bara skil ekki okkur hann er búinn að vera svona ógeðslega lélegur. Ég er svona... Mér finnst hann góður, sko, en hann er bara ekki fundið sér á seríu. Nei, en þeir náttúrulega Gex er samt leikmaður sem þarf að losa, sko. Og það þarf að hlaupa einhver kerfi fyrir hann og það þarf að gera eitthvað og þeir eru bara ekkert að ná að losa hann. Það er fyrir vikið, já. Ef við ætlum að, sko, nú erum við alltaf að gaman, það gleymist náttúrulega að við séum gríðarlega djúpir. Sko, það sem að Stjarnan gera er að þeir náttúrulega hrinda skrínarunum. Hilmar fekk villu fyrir þetta og þið sjáðu bara Viktor Lúðvíks kemur inn á og Bjarni Guðmann og þeir eru bara með 2 höndum að tutta skrínaran frá. Það er ekkert að því. Nei, en þú veist... Það er ekkert ólulegt. Jú, það er reyndar villa. En málega er að við gerum það alltaf. Það er alltaf á línunni, meina ég. Það er ekki alltaf hægt að dæma það, sko. Stundum eru þeir að íta of mikið og stundum ekki nóg mikið, en pointið mitt er... Það er alveg íta skrínum, sko. Já, það mátt ekki gera það. Þú mátt alveg íta skrínum. Þeir eru ekki alltaf með báðum höndum og þrýsta. Jú, þeir íta mjög mikið. Já. Það er bara vel gert, skilur, ég er ekki að segja það. En þeir íta mjög mikið í skrínum, þannig að þeir ná ekkert að losa Davíðs Gex af því að það er verið að pánda skrínaran. Ok. Og Davíðs Gex næri ekkert að losna, hann er bara eitthvað að reyna að losa sig hægri vinstri og hlaupa alltaf einhvern 2 skrínum og svo er bara búið að negla skrínarana og þú veist, það er ekki verið að negla neitt og það er alltaf bara gæi í andlitin á Gex. Já, alltaf bara skrínir þá að gera a bad job, sko. Já, það er frændið þinn Daniel Dollins til dæmis sem var svona fórnar höndum og reynir að setja skrín og Glúm Gílas er náttúrulega bara non-stop eitthvað svona tangled up, eitthvað að reyna að losa hendurnar og kvarta yfir þessu. Þegar hann kemur á fullir ferð og þetta er gott skrín, þá nær ekkert að íta því, sko. Tja, ég mæli með að þú fylgist með þessu. Og ef ykkur stígur inn í, þá er þú galopur undir körunum með ykkur slippið annars, skilju. Þetta er, menn þú líka bara að vita hvað er að gera, sko. En af hverju náðu þér þá ekki að losa Davíðs Gex? Það er bara lélegir í þessu. Já, þeir eru það. Já. Það er bara, erum við samt sammála það að sko Davíðs Gex... Bara láta berja sig, skilur við. Ef Davíðs Gex nær ekki að losa sig til að taka opinn þryggjastega, sko, þá er hann basically tilgangslaus að inn á. Það er það sem ég er að segja. Hann er bara eitthvað að hlaupa hringi. Það er bara non-faktor að hlaupa hringi. Já, þetta er svona... Ég náttúrulega var með Ósku Hænuna sem er bara svipaður. Já. Og það er bara svona ekkert leiðilegra heldur en að allir eitthvað standa eins og í college-körfubolta að bíða eftir því einhver gaur sem getur ekki fengið boltan og skorað. Það er að losa hann, skilurðu. Það eru allir að bíða eftir því og allir eru staðir og þetta er fyrirsjáanlegt. Og... Já, þess vegna var þessi ákvörðun að vera með Basíl út af svona lengi. Að meðan ekkert var að gerast. Já. Að því, þú veist, Gex skorar ekki sjálfur. Nei, þeir fara í það, skilurðu, að Pétur Rúnar kemur inn á og þá er hann að standa eins og floor general og Sigtryggur og Gex eru að losa sig í þessum
tvöföldum skrínum og eitthvað svona dæmi og allt verður eitthvað bara mjög svona fyrirsjáanlegt. Það var einu sinni í þessum leik sem að Pétur Rúnar dribblar inn í miðjuna og bara þvílíkt að leita hver búinn að opna sig og enginn að opna sig þannig að hann snýst sér eitthvað í loftinu og setur midrangeið. Munið ekki eftir þessu? Já. Sko Davíð Skeggs er með 90 mínútur í þessum leik, tæpar, 0 skot utan á velli. Já. Það er bara 19 mínútur hjá stólunum sem farið það að reyna að örugglega af og til að losa hann og ekkert að frétta, sko. Já, svo þannig. Hann er með 2 stóðsendingar, 1 frákast. Og eins og sé, ég valla mann eftir honum inn á, sko. Ekki heldur. Hann er ekki einu sinni að láta finna fyrir sér í vörðinni. Hann var 90 mínútur inn á þessi leik, sko. Og örugglega einhver af því var parturinn í fyrirháleik sem þeir voru að pakka hann saman, sko. Einhver hlut af því er örugglega það, en samt var hann ekki greinilega að taka neitt til sín þar, sko. Hver er go-to leikmaður Stóla ef það er vesen? Bara þú veist, það er 12... Ætti að vera Basíl, já. Það er 12-2 rönn í gangi. Viljum við þá að Badmus eða Basíl fari að hnoðast? Já. Annarkvort þeirra. Já. Mér fannst þér alltaf leita í Badmus hnoðið í þriðja leikluta og það einhvern veginn bara svona dómararnir flautuðu ekki tvisvar eitthvað iffi og hann bara eitthvað svona náði ekki að klára. Mér finnst sko leikurinn hræðilega dæmdur í fyrirháleik. Og mér finnst halla mikið af stjörnunni í fyrirháleik, fannst mér líka. En þeir einhvern veginn náðu að láta ekki fara of mikið taugarnar á sér, heldur haus. Og mér finnst það mjög vel dæmdur í seinni. Þeir hættu að flauta á allt það soft dæmi sem var búið að flauta í fyrirháleik, sko. Já. Og þetta hendar að stjörnunni og þeirra leikstíl langt best, það er lítið dæmt svo sem, sko. Sem hjálpar þeim náttúrulega. Það er þetta mjög fyndið að þeir endi með sko 4 í 5 villum ef það var lítið dæmt. Það var mikið dæmt í fyrri og mér fannst galið, sko. Og alls konar bullur að dæma. 5. villan á Saturday, þar má mani hvort það hafi verið Bjarni eða Davíð sem stóð út á miðjunni og flautaði, hann má skammast sín, sko. Það var þvæl. Hann má skammast sín svo mikið því að Sigtryggur Arnar er pirraður að hann sé eitthvað að pressa hann eitthvað og setja eitthvað skrín áður, dribblar hring eftir hring og Seth Day er að reyna að forðast snertingu og stendur einhver andskotans þrotamar út á miðju og flautar 5. villuna á besta leikmannin eða svona einn af bestu leikmannum með hinum megin. Já. Það kom ekki að sök. Nei, en bara svona hvað ætti að gera, skilur. Þá tjúlaðist ég úr reiði. Ég vil bara sanngirni. Já. Það er sterkar réttlætiskennd. Mjög. Minna dæmt, spila bolta. Já, bara svona lesa leikinn og sér það Sigtryggur er pirraður að fiska hann út af. Já. Ekki þá láta hann komast upp með það, skilur. Nei, og hver býti snertingun og allt það, skilur. Já. Þekkja leikinn. Jú. Hvað hérna... Heilt var það fínt dæmdur leikur, sko. Já. Hvað gerist í lokin, strákar? Af hverju vill Arnar Guðjóns fara í slag við allan Garðabæinn? Það skref sem er ekki dæmt. Já, alltaf fyrst og fremst út af því. Já, það er bara það, sko. En svo kemur Baldur og ætlar eitthvað að reyna að taka í höndina á honum, baðast svo afsökunar á því að hafa eitthvað að fara of snemma að biðja eitthvað að taka í höndina á honum. Já, ég skildi það nú ekki alveg. Nei, var þetta ekki eitthvað einmitt, það nætlar að þakka fyrir leikinn og að gera það leið og þá er náttúrulega Arnar trilltur. Hann var að horfa á þetta í síma þannig að eitthvað sýndist mér á bekknum og horfa á þetta replayið af þessu, hvort það hafi verið skref. Og þá fara þær að gælt eitthvað á hvern annan þarna. Ég veit ekki alveg hvernig hitinn byrjar samt, sko. Það hlýtur einhver að hafa sagt eitthvað. Þá hefur Baldur örugglega viljað þrýsta upp á hann, þvinga upp á hann handshakeinu. Já, bara halva alltaf ekki hendina. Það fyrir að segja bara herðu fokkaði bæ. Já, eitthvað svoleiðis, skilur. Það kom einhver smá hiti þarna og svo hjálpaði ekki að gæslan var, þetta datt í svona hold me back moment þarna. Já. Já, hjá þeim? Já, sem að gæslan var að tósa menn hingað að hanga eitthvað, þeir voru að reyna að sjatla þetta, skilur. Og fara þarna enn í enni, en eru samt sko að þakka fyrir leikinn þá? Já, eitthvað svona. Þessu Tuchel og Conte. Hiti. Já. Smá hiti. En að það... Svo Seth Day og sagði Arnar að fokka sér þarna. Já, hann er svolítið í því. Ég mjánaði með þetta, sko. En það sem ég ætlaði að segja er, það sem mér fannst áhugavert er sko, það var enginn einhvern veginn úr leikmannahópi Tindastóls eitthvað að, þú veist, bakka Arnar upp eða pyrra sig í raun nógu mikið á þessu skrefi eða neitt, það er bara eitthvað svona sérst á myndbandinu og Arnar er þarna eitthvað að fara haus í haus við sko kýrópraktor eða hverjir þeir eru þarna í kringum stjörnuna sko, hann ætlaði að bróka þarna gæslumann og annan sko. Hann þekkir alltaf líka býst í hann, var að vinna, var að þjálfa þarna í 7 ára eða eitthvað. Já. 5 ára eða eitthvað. En svo, þú veist, er Kalli Hannibals eitthvað svona að reyna að tosa í hann og svo sérst í bakgrunn bara eitthvað, allt Tindastólsliðið bara eitthvað svona með hendur hérna og berjast, takk fyrir leikinn. Bara eitthvað svona, halló, það er hérna óréttlæti í gangi og þjálfarinn ekkar er einn á móti öllum að láta bróka sig inn á miðju. Okkur farið ekki og
náið í hann eða róið hann niður eða lemjið eitthvað með honum. Er það ekki hlutverk Kalla Hannibals? Nei, ég hefði viljað að fá Drungilas og Pétur Rúnar bara í kringum hann og mér finnst það bara að sýna hvað þeir eru mikla tussur, sko. Já. Þeir bara eitthvað, 3 metrum bak og bara, takk fyrir leikinn, húra, förum inn í klefa og keyrum heim. Hvað ætlum við að stoppa á leiðinni norður að borða, strákar? Þú veist, þetta var bara þannig. 2-0 undir. Þetta er liðið þar sem vantar hálft fokkin liðið inn á, sko. Já, sko, ég skil Arnar mjög vel að vera trilltur þarna. Þá ég veit að ég hef búin að ræsa ykkur með þetta að hafa ekki verið skref, sko. Þá auðvitað var þetta skref og mjög augljóst. Sérstaklega þegar maður horfði á það live, sko, þá var hann bara skref. Já. Annan daginn skref. Mér finnst bara, ef við tökum aðeins mér finnst svo fyndið, þá til maður sér þetta bara, þetta er skref. Svo horfir Dabbi T á þetta 150 sinnum, kemst að því að þetta sé ekki skref. Ringir svo í vini sinni erlendis og þeir samfæra þetta sé skref. Þetta er svona dæmi að dæma algjörlega yfir sig, sko. Já, þetta er svolítið það. Að fattarðu, það er að þjálfa yfir sig, gera þetta á flókið, þarna var hann að gera svona að dæma yfir sig, sko. Já, með að fara í 0-2 pælingar. Já. Mjög fyndið að Davíð Hreiðars stendur út á miðju og sér einhverja Seth Leday villu sem að enginn sér og ekki villa, sko. Svo stendur hann þarna, verið að horfa á lappirnar á sóknarmanninum og bara svona, nei, veistu. Heldur að menn sem eitthvað pæli skrefið þarna, það sem er að dæma, þeir eru ekki allir að horfa okkar snertingu og hvað er í gangi og tíma. Ég get alveg bara hort á ykkur 2, ég sé lappirnar á ykkur og hvort ég séu í sleik, sko. Ég þarf ekkert eitthvað, ég get alveg séð lappirnar á þér þó að Tommi sé að spila vörn á þig, sko. Já. Þeir eru líka 3, ekki gleyma því. Þeir eru 3, sko. Bara því að hann tekur sko vinstri hægri, ekki hægri vinstri. Fattarðu, hann hoppa alltaf hægri. Ég bara ætla ekki að gefa dómaranum neitt slaka með að sjá þetta ekki. Þetta er skref, skilur, og mjög augljóst. Alveg að sjá þetta ekki, sko. Að því hann lyftir svo hægri pivotfætinum. En En ég skora á alla með réttlætiskennd að leika þetta eftir. Já, þetta er ekki auðvelt skot að setja. Þetta er ekkert eðlilega erfitt skot hjá Hilmari. Og það má ekki, sko, þeir voru að spila á móti, þarna í framlengingunni, móti gauri sem hafa alltaf séð gólfið í úrslitakeppninni, sko. Sko, vissið þið að Aron er 22 ára, ég held að hann er 17 ára. Já, og bara... Hann er 0,5 til þessi strákur. Ég var líka bara eitthvað, er Aron? Þetta er 0,4 meira. Hver er Aron, skilur þið? Ég held að þetta væri Aron sem að ég bara eitthvað svona þekk ekki að því hann er bara eitthvað jafngamall Jakob Leifs, fattur við. Hann er bara það ungur. Hann er bara búinn að vera þarna í KFG og Stjörnunni bara í 5 ári meistaraflokka eða eitthvað, skilur. Ég er bara eitthvað 22 ára. Átti gott varnarplay þarna Basíl minni með eitthvað sem hann náði að vera fyrir honum og láta hann fara í erfitt skot og... En ræðum það þá. Hann er inn á í þó nokkur play, sóknarlega. 3 mínútur eða eitthvað? Já, 3 mínútur af overtime. Jakob er inn á í svona eina hálfa. Hann þarf einu sinni, fær hann boltan á vængnum og sendir hann strax tilbaka á Pablo. Eða Hilmar, man ekki hvað. Þar fyrir utan þarf hann ekki að handleika boltan sóknarlega. Nei. Hversu ógeðslega lélegt er það af Tindastól vörn að leyfa Pablo og Hilmari Hennings að klára allar sóknirnar. Pútbaktróslan hjá Viktori var Pablo play, skilur. Hilmar og Pablo klára allar sóknir Stjörnunnar í overtime og það eru 2 og Jakob bara vissulega eitthvað 1 eða 2 play að taka innkast eða eitthvað. En þú veist, ég held að Viktor hafi ekki farið eitthvað í vinnuna þegar hann kom með pútbaktrósluna. Hann var ekkert eitthvað að fá boltan og posta upp eða taka eitthvað aukasending á hann. Það tók eitthvað 2 sóknir í framlengingunni sem hann kláraði, held ég, sem að hann tapaði boltanum, held ég, og klikkaði fyrir skotið eða eitthvað. Það var einskiptin á snemma í framlengingunni. Já, það er svona tvennt sem ég skil ekki. Ég skil ekki í fyrsta lagi af hverju Taiwo Badmus eða Basíl fari ekki á Hilmar Hennings. Í vörð þá? Já. Af hverju þeir segi ekki bara heyrðu, hérna, far þú á Aron út í horni, far þú hérna á, Júlíus, far þú að dekkaðu Aron eða eitthvað. Hálfdekkaðan. Og ég segir að þið geta eiginlega basically verið bara 5 á 4. Bara látið hinagæðina sem er ekki búin að spila, eru kaldir og ekki bara vanir þessu mómentum að taka ákvarðanir með boltan. Ég bara skil því. Ég er ennþá að pæla í þessu en ekki skrifinu. Hvernig Hilmar dræfar inn og gauðin sem er að dekka Aron í horninu er bara eitthvað, býtu hvað er hann? Hvað er þessi gauð sem ég veit ekki hver er að því hann var ekki í skátinginu? Að feiskart hann bara. Ég ætla að vera að má ekki kötta bak við mig. Hann by the way var sko búið að sko múra lappirnar hans í gólfið sko, hann var svo stressaður og stóð bara að það, skilur.
Hann var ekki að fara að taka backdoor cut og klára upp and under, skilur þú? Ólíklega. Þú vilt allan að frekar að það gerist, heldur hann að Hilmar að Pablo frá lokaldasóknum. Láta þessi gæja sem er ekki með reynsluna þurfa að taka ákvarðanir um boltan, sko. Já, af hverju er líka ekki bara Didrik Basíl að dekka Hilmar Hennings miklu meira? Já, eða Badmus. Ég skil þetta ekki. Þetta er alltaf Sigtryggur og Júlíus Orri. Sérstaklega þarna sem að Janis og Gasic og Ledeir eru farnir út af. Já. Það er ekki stóri hverjar eftir í raun, sko. Nei. Til að dekka, sko. Maður myndi svona halda að, þú veist, hinn stóri getur þá bara dekkað Viktor, sko. Svo bara annar punktur. Þegar svona mínútur eftir og þeir eru komnir í villuleikinn aðeins annað með að brjóta og þeir eru með alla þess að guður inn á. Einmitt. Og það er brotuð Hilmar Hennings hvað, 3 eða? Já. Og hann nær alltaf að fá boltan strax. Já. Bara þrýti ekki að henni þurfið þið, sko. Látið einhvern annan grípa boltan og brjótið á honum. Já. Og ég skil alveg smá og Arnar ekki tekið leiklega snemma, en hann hefði þetta komið svo einhvern veginn til skila inn á völlin að þeir eru að gera þetta, skilur. Þeir eru bara alltaf svo fróðufellandi allir. En hann, þú veist, hann hefði alveg mátt taka leiklega þeirra mínútur eftir og segja bara, nú er þessi gæri inn á, nú látum við þá taka ákvarðanir, við ætlum að gera þetta svona og eftir að higgja verið auðvitað að segja þetta, en maður hugsa þetta bara live, bara, heyrðu, hann þarf að koma þessum skilfum, þeir eru ekki að fatta þetta, sko. Gæðin sem er inn á, þeir eru ekki að gera þetta, þeir leifa Hilmar og Pablo. En sko, allt. ég er 100% sammála þessu, en á sama tíma þá horfum við á annan leik í gær sem við ætlum að færa okkur yfir eftir smá. Já. Og þar horfir maður á, Pargo og Kane og þessa gauðra og Óla öðrum megin og svo horfir við hinum megin á Kára og Callum Lawson og eitthvað svona. Heldur þú að það þurfa að segja þeim þetta? Nei. Þú veist, eru þeir ekki með heila þessi leikmenn eða? Geta þeir ekki bara tekið ákvörðun, bara herru, ég er að taka innkastið, Jakob er að taka innkastið, ég ætla að snúa mig við og ég ætla að doppultíma Hilmar Hennings. Heldur að Kári og Hjálmar hefði ekki fattað bara að gera þetta? Þeir eru alltaf fattað þetta. Skiljið mig. En ég segja, þetta var bara að gerast þannig einu sinni eða tvisvar og þeir voru ekki að kveikja á þessu, þá var þetta að fara að pæla, ok, þær er að taka hann leikli og stoppa leikin. Já, algjörlega. Þeir komast til skila, það er að ég er að segja. Þeir voru ekki að gera þetta. Einmitt. Sem að manni fannst svo augljóst að menn eiga að fatta, skilur. Já. Ótrúlegt. Já, þetta var svo ótrúlega mikið af einhverju svona hvernig getum við tapað þessum leik alveg örugglega, sko. Já, ég skrif þetta smá á það og við komum svona í næstu séri líka. Mér finnst að stóliði smá leiðtogalaust. Hver er leiðtoginn í Tindastól? Pétur Rúnar. Eða það? Hann er það, en hann er aldrei inn á. Hann er mjög mikið standandi að tala við liðið þegar hann er út af. Ég segi, en hann er ekki inn á vellinu. Hver er leiðtoginn inn á vellinu? Er það ekki enginn bara? Ég segja það. Þeir eru bara hlaupa upp og niður og skjóta. En í Stjörnunni? Ægir á bekknum. Já, en í núna Hilmar. Þetta er að Hilmar og sátt þegar þeir eru 20 hann segir mönnum bara hvað er að gera. Já. Skipa fyrir, skilur við. Já. Svo held ég að Pablo sé líka ágætur í því. Svo er það með gauðra sem eru alveg körfuboltasmart og alveg þorlátt sér heyra, skilur við. Út með Janis og Gasic og Pablo og þessi gauðra sem er tilbúinir að bæða hlusta og gefa skipanir, sko. Já. En ég Já. Hvernig haldið það vinnur ekki Tindastóll leik 3 fyrir norðan? Jú, ég held það, sko. Er Arnar Guðjóns að fara að fá áframhaldandi samning eða þeir tapa á heimavelli og fara út úr þessu 3-0? Já. Hvað ætlar að fá í staðinn? Bara eins og alltaf. Já, það veist. Þeir hugsuðu nú ekki út í það áður en að þeir rákuð þinn og þennan, sko. Nei, þeir bara samt, þeir eru búin að prófa þessa marga, skilur við. Er boðilegt að fara 3-0 út? Pavel satt nú að einu dag á leiknum. Nei, það er ekki boðlegt miðað við hvernig Stjörnuliðið er skipað núna, skilur við. Með engan orða. Sorry, ekki verið fram með, en væri boðilegt að fara 3-0 út á móti heilu Stjörnuliðið? Já, þeir náttúrulega, þá voru þeir svo ógeðslega stakkaðir, heilt Stjörnulið, sko. Svo er líka hvernig þið tapa, sko, þið tapa 2 sinnum á Bösserkörrum, sko. Erum við ekki sammála að Tindastóll sé sett saman til þess að verða Íslandsmeistari, eða? Jú, 100%. Og bara áður en þessi undanúrslit byrjuðu, þá voru þeir bara algjörlega favourites fyrir mér að taka þennan titil, sko. Já, og við tölum það allir hérna bara, þú veist, að sökkaðu að Stjarnan hafi unnið þarna KR af því að þetta yrði bara sópur hérna hjá Tindastól, sko. Já. Það er alltaf ekkert eðlilega gaman að mæta svona fyrir play-offs og óska öllum stólum til að hafa ekki með titilinn bara alltaf aðeins. En þú ert enda á því að þeir geti snúið við og ég meina á Epic Bet er hægt að setja á stólar að vinna seríuna at 6. At 6, já. Mér finnst hann ekki nóg gott valjú til að setja á það, en ég sé það alveg gerast, skilur við. Sérðu það fyrir þér að... Stjarnan er ennþá
þunnir, skilur. Það þarf ekki bara einn gæði með 5 villur og þeir eru komnir í vesen, skilur. Samt ekki ef Bjarni Guðmann spila svona. Já, Já, en getur þú treyst á Bjarni Guðmann svona í 3 leiki viðbót, skilur? Hann þarf bara 1 svona í viðbútt. Já, það þarf bara einn, já. Þeir þurfa líka bara 1 leik þar sem enginn lendir í villuvandræðum og þá eru þeir með betri 5. Já. Þeir tapa aldrei 3 í röð. ekki. Nei. Það er ekki séns. Þá segi ég aftur á móti, sko, það er hræðilegt fyrir stjórnuna að tapa 3 í röð. Já. Skilurðu? Já, það væri það, en... Það væri ekkert hetjulegt við það að tapa 3 í röð, sko. Ekki bara segja, já, þeir eru unnið fyrstu 2 hetjulega. Það núllast út að þeir tapa 3 í röð, sko. Já, það er náttúrulega skipta þessi fyrstu 2 máli, sko. Það er ekki komið hver dæmi næsta leik. Þessi leikur er á miðvikudaginn á Sauðárkrók. Já. Ef að þeir sýna ekki eitthvað svona, að því þú spyrir sko hvort að þeir séu, hver er leiðtoginn og eitthvað svona. Þú veist, þeir hafa alltaf samt, sko, þetta minnir mig smá á Tindastórsliði sem að fór eftir Pavel í bikarúrslit. Mætti þar Remi Martin og töpuði undanúrslitum. Og voru bara einhvern veginn bara eitthvað svona leiðtogalausir og gerðu bara eitthvað. Sko þeir eru unnu, Skilurðu? Pétur, þá voru með Keyshawn Woods og Pétur var að spila meira líka, miklu meira. Þannig að þeir voru með þá 2 sem eru svolítið svona, voru leiðtogar á vellinum. Ég sé engan leiðtogan í dag. Nei, er það ekki Didrik Basil? Er hann leiðtogi eða? Nei. Allavega ekki í orðum, allavega kannski í... Nei, og samið sem er Badmus, hann er ekki svona þessi leiðtogatýpa, skilur, frábær leikmaður og allt það, en... Það er allt góði leikmenn. Já. Stólarnir eru örugglega, finnst mér heilt yfir, með svona stærsta hópinn af góðum leikmennum. Eru ekki að sammála það? Nei. Í breytlega séð af góðum gaurum. Þeir eru með 9-10 sem að geta spilað, sem eru allir gæði. Já, þú veist, ertu að taka finnska þá inn í þetta? Skilur. Já. En hann er samt ekki, þú veist, hann er búinn að vera að spila bara hörmulega, sko. Já, hann er bræðilegur. Þó að Rúnar Bryggjar hefur sagt að hann væri frábær í að peppa strákana á bekknum. Skilur, eins og staðan er núna, finnst mér fyrstu 6 hjá Stjörnu vera betur en fyrstu 6 í skólum, sko. Það var ekki spurning. En við vorum svo sammála það fyrir. Já. En af hverju Badmus að lendi í svona miklum vandræðum einhvern veginn? Það er mjög sjaldan sem maður sér hann 5 sinnum í röð ekki geta skorað á sinn mann. Það er alltaf mikið bara mannan til að skjóta fyrir utan og hann er ekki að gera það, sko. Menna eins og þegar hann var með Val, þá var hann að setja þrista og svo gert það tímbil líka í einhvern leiki, menn hann er ekki að gera það núna. Hann er ekkert að skjóta, hann er að reyna að hnúast inn í og mæti bara gaurinn sem eru jafn stóru og athletic og hann, sko. Igasic og Giannis og Stettle Day og þá einmitt svo líka, bara í vesinni, sko. menn er að hnoða og þetta tekur á og Bjarnar Guðmann. þá fær ekkert kól, þá er svo auðvelt að bara hætta því, skilur. Það tekur alveg orku að hnúðast, barið á þér og þú skorar ekki, skilur. Hann tekur 3 þrista þessu leiku og 0-3. Já. Spá fyrir seríu og spá fyrir næsta leik. 3-1. Já. Stjarnan klárar þetta heima. Já. 3-1. Ég held að klára þetta á miðvikudaginn. Úti? Já. Þú kendir mér, Steinar, í bettinu. Hver leikur á sitt líf. Já. Það er bara... Hver leikur á sitt líf? Þeir mæta bara þarna, enginn villuvandræðum á fyrstu mínútu. Jannis gjörsamlega út. Þeir eru raun allir út hvíldir í Stjörnunni. Pablo er eini sem að kannski er eitthvað þreyttur. Já, hann var eitthvað tæpur þarna í þessum leikana en hann spilaði hann skilur að klára leikinn. Það er enginn annar eitthvað þreyttur. Nei, bara eins og við tölum einhvern mann innan daginn. Þetta eru alvöru íþróttamanna skrokkar í þessu Stjörnuliði, skilur við. Ég hugsa í alvörunni bara að, sko, Badmus og Drungíla séu þreyttari, sko. The beating has taken its toll. Svo ég líka, skilur við, stólar á regular season, alltaf mjög góðar heima. En bara eins og þeir eru Íslandsmeistarar. Töpuðu báðum heimaleikjunum móti Val, skilur við, unnu bara útileikina. Þannig að þeir eiga alveg til að tapa heima, sko. Eru þið stressaði fyrir næsta leik? Já, ég myndi alltaf það. Bara skítstressaði, sko. Stressaði. Þetta er bara do or die. Þetta er bara fara í veiðiferðinu og frægu eða halda áfram. Já, ég meina... Halda lífi í þessu, draumnum. Hvað gefum við stólum einhvern eða tapa næsta leik? Fyrir sísonið? Fyrir sísonið? 0 eða? Vinna ekki deildarmeistaratitilinn.
En ekki byggar Nei, þetta er bara Þeir fara ekki í bikarúrslit. fara í 16 liða í Evrópu. Tapa 3-0 í fjara liða. Fara í 16 liða í Evrópu. Þetta hlýtur þá að vera þristur Já, já. eða tapa. Já. Það fara í 16 liða í Evrópu. Hættu þessu. Þetta er þristur. Nei, ég meina, ef þeir tapa 3-0, þá náttúrulega mega þeir bara skamma sín, sko. Já. Með 2 landsliðsmenn hjá Stjörnunni át. Alvöru landsliðsmenn. Já. Rotation landsliðsmenn. Þristur. Hvernig finnst ykkur nýja hárgreiðslan á Orra Gunn? Ég sá hann ekki. Hann hættu með töffara gúns klippingur svona komum bara með svona hliðagreiðslu. Það er bara flott, sko. Er hann ekki bara eitt svona að þroskast og verða þess eldri og... Ætli krossbandslitin hafi þroskað hann andlega? Já, það var svona klípingslega sér. Er ekki allt mótlætið þroskandi Mattína? Jú, það getur verið, sko. Já, fara ykkur í næstu seríu það. Hérna, já, ekki bara gera það. Fyrir hann Tomma. Eigum við eitthvað að ræða bónusspjallið? Nei, Það var þar. Með þess að bara geggjað. með bara geggi hvað menn eru veikir. Já, það er skemmtilegt. Sko. Og ég elskar líka að Pálmi, hann er ekki að ráða við þetta hlutverk, virðist vera að vera admininn, sko. Hann er alltaf mikil tilfinning að vera. Engin skafferingu, nokkuð maður ráði við það að fá mótlæti á sig í play-offs. Þetta er svo gott, þetta er risagrúppa, Menn missa hausinn. 10 manns, ógeðslega margir eru að kjaft og svo er þetta bara Pálmi og Joey Drömmur sem sjáum þetta. Hvað seðir setti Joey Drömmur að daginn? Eitthvað vel veikan. Já. Eitthvað NBA player bets með stjarnasta reit við nátt 16. 20 undir. Hérna, færum okkur hinna seríuna. Valur með frekar svona impressive sigur í gær, 1-1. Já. Mjög svona þroskaðan sigur. Mjög svona þroskaðan sigur, já. Finnst þér ekki það? Bara mjög svona prime valslegur sigur. Bara Búker fer út bara eftir hvað 5 inn eða? Já, bara fyrst er það dæla. Er komið eitthvað í ljós með hann? Nei, þess að þau bara í viðtali eftir leikinn hana hvað hnéskel hefði mögulega færst til eitthvað. En ég er náður áttum með eitthvað fór hann úr lið þá því að það var ekki að sjá hann skakklappaðist út af sko. Já. Hann hefði ekki gert það ef hann hefur úr lið sko. Það kannski var hann aðeins færst og farið tilbaka, mögulega einhver tóknun. Það var ný nálgun hérna á sín, bara nafnilmætturinn í klefa. Óþægilegur. Lazar Nikolic out. Já, en þá var það ekki bara eitthvað smávægilegt. Satt alltaf leikið það ekki? Jú, en það hljómaði bara eins og hann væri mögulega með. Já. En ég veit ekkert það sko. Hjálmar góður í gær. Já. Það er eins og hann sé 20 km lettar heldur en í haust. Bara andlitið á honum eitt sko. skipti bara sem hann líka bara reifs upp og tróð bara eitthvað alveg tróðslega sko. Bara með Keflavíkur-seríuna og núna, ég var að horfa hann í Keflavíkur-seríuna, ég var bara, herri, Hjálmar bara búinn að spacejama sig og bara missa alla hæfileika til að spila körfubolta sko. Já. Svo var bara allt annað að sjá hann í gær. Hann er líka bara, hann er að rúlla bara orðið sko, bara jafn mikið á Kristoffer Eikóks. Hann er að spila skrínarastöðuna, hvort sem hún kallaði 5 eða 4, og orðið jafn mikið á Kristoffer. Já. Þetta fyndið. Já. Þetta var nú þristur hérna í gamla dag. Já. Hérna... Bara, já, skotið hans er ekki sem ætti að vera. Nei. Þó hann setur 1 og 1. Já, eða engan. Sett hann ekki þetta? Setti einn ekki aðeins. Það munar svo mjög að setja 1 svona. Fyrir svona góra. Bara sjálfströst líka. Tók hann ekki bara einhverja 5 stiga rispu bara sjálfur? Jú. Stöffaði hann á beislan, það var geggjað. Já, og þegar hann fekk villuna, þegar hann ætlaði að splitta í hendoffunni, ætlaði að splitta hann, það var ekkert eðlilega vel gert. Það var komið layup, sko, þeir flautaði alveg aðeins að snemma. Já. Það var komið layup, sko. Já, tók svona Draymond Green hérna, dæmið, já. Hvað hérna, tökum við út úr sem leik í gær. Mortensen, hvort var hann meiddur eða bara gati ekki raskat? Sko, sögur segja Já. Að DeAndre Kane hafi sagt við Jóa ekki setja hann aftur inn á. Bara bekkja hann. En var það bara út af framistuðu eða? Það var alltaf með 2 stig í leiknum með eitthvað þarna. Já. Á 20 mínútum með það. Svo voru einhverjir að segja að honum hafi verið illt. En Jói sagði viðtalið að honum hafi verið illt í hælnum. Já, hælsfæri. Hvort að hann hafi viljað viðurkenna það að Kane hafi skipað hann ekki spilunum og hann hafi hlýtt í, eða hvort hann hafi verið illt í hælnum veit ég ekki. En bæði er bara slæmt finnst mér. Já. Hvað finnst ykkur þegar að Pargo tekur 2 sóknir í röð þar sem hann dripplar 18 sinnum fyrir utan 3 stiga, tekur 3 hálsnúninga, það dripplar til hliðar og hoppandi til hliðar brikkar hann boltanum. Þetta er bara þvæla. Þetta er ofbeldi. Já. Gæinn er geggjaður í körfu, ég veit það alveg, en þú veist, hann er bara eins og hann sé að leika sér, skilur. Þetta er bara svona raunar í pick-up bolta og maður er meira að segja þar bara eitthvað hættu þessu.
Já, já. Bara sendum töður og hans nennum við þessi. En það var bara einmitt, það var einhver ein sókn alltaf mjög eftirminnileg. Þegar hann var bara held ég ángrís með boltan í 21 seg. Já, heyrist í. Ömurlega Heyrist held ég, Herði Unnsteins, var hann ekki að lýsa þarna? Jú. Jú. Þetta var nú ekki góð sókn. Já, no shit. Hérna, þetta er svolítið leiðilegt samt sko ef við erum komnir í það sko að það vantar Ægi, Orra, Búker, ég sagt ekkert Nikolic en hann meiddur og líka Mortensen. Já. Ég held að Svona Mortensen 6 spili- A-klassa leikmenn. Ég held bæði að Mortensen spili og mér kæmur ekki óvart að Búker spili. Nei. Mig Búker grunar mun gera. að það sé bara eitthvað sem er vond Já. en ekki það sem getur skemmt eitthvað meira og hann átt að fara beint í myndatökur líklega en ég svo sem þekki það ekki. Ég vona fyrir seríuna og fyrir val svo sem að Búker spili og bara því ég fíla Búker mjög mikið. Já. Maður heldur alltaf svolítið með honum. Já. En þú veist, það var ég samt alveg, þú veist, liðið sem var þá eiginlega bara allan tímar inn á val þarna í seinni. Já. Kári, Kísjón, Callum, Kristó, Hjálmar. Þetta var alveg solid unit, sko. Já, svo ætti að henda Ígor inn í þetta. Já, svo kemur Ígor Maður samt inn sem 70, sko. Og Ástór listi líka eitthvað mínútur hana. Já, mér finnst þetta alltaf mjög fyndið þegar Hjálmar og Kristoffer Eikóks eru saman inn á í sko 20 mínútur og bara í raun og veru getur hvorugur sko. Já, þeir voru ekki mikið saman í hann fannst mér. Hann var, þetta var bara alveg, liðið. já, þetta var Mér alveg, fannst Ígor vera alveg að spila slatta sko. Veitu, spilaði mikið. Þeir voru samt alveg mjög mikið saman inn á í gær og it was not beautiful en það virkaði. Ígor maður spila 20, Kristó í gær samt, Hjálmar það spila var alveg helviti segur að posta þetta upp tvisvar og með eitthvað svona flóterinn, skilur Ég er að segja það, þetta var alls ekki fallegt Nei. en þetta Það virkaði. virkaði þarna í gær, skilur en ég er ekkert viss um að Fyllt þessu körri sem að Kísjón og Callum voru að skora, þetta var ekki eitthvað auðvelt skot sem var að Nei, setja, sko. Það var ekki eitthvað galopið eða eitthvað Nei, oft á tíðum, sko. mér líður bara svo mikið ef að Búker dettur út, ef hann er meiddur að þú veist það svona fer allt einhvern veginn svona krydd út úr þessu valsliði, skilur þeir eru svona, ég er ekki viss um að þeir vinni seríuna svona, þó er að unni leikinn í gær. Já, já. Viljið vita hvar ég sá að Grindag var aldrei fyrir að senja þessu leik? Hvað sástu Það það? var svona í fyrsta öðruleikta þegar Kane fekk Hjálmar á sig og hann sagði öllum að clear out. Hann ætlaði að fara einn og einn á Hjálmar. Ég bara, já, ok, þeir eru svona heimskir að hann heldur að þetta sé maðurinn sem þú vilt sækja einn og einn á. Já, já, Þú veist, gerði þetta á Kára, skilur við, sem þeir voru að reyna að gera Þú var Kári góður í gær maður. í seinna áleik. Seinni. Já, ég er að meina það. Þeir náttúrulega voru bara ekki svona níðast á hann við fyrri, sko. Ég sá ekki fyrir áleik. Sérstaklega hérna, Ég var útið að borða. Kári var að lenda í alls konar vesinni varnarlega sem voru að finna stöður sem var að ná pinnan undir körfunni og annað, sko. Og fekk enga hjálp, en þeir náðu að stoppa þau gött í hálfleik. Svo er þetta bara, skilur þegar bara Kári setur fyrsta, þá hann bara, þú veist, það kveiknar á honum, hann bara kastar honum einhvern veginn upp. Allt Bara, já. kemur sjálfstörstið bara Já, og hann bara kastar honum einhvern veginn. fulla Já, ferð. setur bara honum í. Mér finnst samt, nú hljóma ég eins og Steinar sem að vill alltaf bara, þú veist, hlaupa Sigtrík Arnar á línunni, sko. En þú veist, þegar Kári var búinn að setja 2 og hann er einni sendingu frá næsta manni, bara stendur upp á topp og svo stendur eitthvað Pargo eða eitthvað, þú veist, bara eitthvað á mótunum. Og ég stend bara hérna og ég er Ígor Marit, skilur. Ég er bara svona að senda á Kára, hann bara grípur hann, bara svona, og bara skýtur þriðja þristinum í röð. Og Pargo bara stendur þetta metr frá honum, þú veist, og ég er að segja þetta vegna þess að sko, það eru Hjálmar og Kristoffer Eikóks eru oft inn á saman, allavega í þessum leik. Í þessum leik, við þurftum þess í þessum leik. Það er alveg hægt að þjappa teginn þannig að ef að Pargo eða whoever hleypur Kára af þriggjastellurinni, það eru bara fullt af gaurum inn í teig af því að það er svo lélegt spacing í val, skilur við. En hann bara, Kane eitthvað geltið hann eitthvað á hann. Það er sem ekki liðið spacing í val, sko. Þegar Hjálmar og Eikóks eru inn á þá er mjög Þeir lélegt ná spacing. einhvern veginn að láta þetta líta út fyrir að sé spacing, sko. Að þeir dreifur svo vel og þeir eru svo þolinmóðir, þeir fara bara á milli kanta. Meira sér langar mér að segja, sko, Kísjón Woods er ekki að taka þrista, sko. Já, Hann Hann er í löngu tvistunum. Hvað er hann að taka marga þrista í leik? Hann í þessu? gær fekk 2 svona opna, býður eftir close-outinu, stingur hann niður og tekur mid-range sig. 2 af 8 í þessum. Og hann er ekki frábær þriggjastaðskipta. Nei, hann er ekki frábær. Hann er streaky. Hann er 37% Þannig að mér langar að segja að það eru line-ups í val. 37 samt, sko. Já, en mér langar að segja að það eru ekki fullt á line-upum í val sem eru ekki frábært spacing.
þú átt ekki að þurfa Nei, þeir ná að láta það virka. Þeir kunna einhvern veginn að finna sín pláss. já, í Miklu þessum betri leik og agaðri. í þessum leik og svo í 2 leikjum út í Keflavík ekki, Nei, skilurðu? algjörlega. Og svo, jú, stundum hittir Hjálmar einum og Woods hittir einhverjum, en þú veist, mjög oft bara ekki. En mér finnst Valur ekkert frábæri í þessu leik, þannig. Mér finnst Grindavík bara hörmulegir. Já. Valur bara ólsegir og bara einaði sigur af þeim og bara vel gert, skilurðu. En af hverju var Jordan Semple allt í einu svona ógeðslega lítill og lélegur í gær? Ég veit það ekki, ég get ekki útskýrt það. Mér finnst bara allt Grindavíkur liði, bara andlaust, afkjum aftur um það, leiðtogalaust. Þeir eru með, sko, þú ert með DeAndre Kaneana. Ég horfði á hana Grindavíkur þáttinn eftir stjörnuleikina, þeir kom beint á eftir og ég var bara körfubolta fyrstur og sá þetta. Og ég horfði á þetta skipti. Bendið þér að horfa á NBA þá, en halda fram? Nenni ekki. Ísland fyrst, svo allt hitt. Allavega, ég horfði á þetta og að horfa á Keinan inn í klefa, þannig að þetta tímabilið sem ég voru að tóka þetta upp. Þannig að hann er geltandi á alla, kænandi öllum öðrum svo sem maður sé leikli í þessum leiknum hann, sem hann er geltandi á hinn og þennan og af hverju skjótið ekki, þeir eru opnið skjótið ekki, heyrðu, þú ert skilin eftir hérna galopin í öllum sóknum, þeir eru að mana að skjóta. Svo þú að benda okkur aðra skjóti ekki, skjóti bara fólki sjálfur, skilurðu. En varst það ekki þú sem nefndir það og talaði fílustjórnun? Jú, hann er fílustjórn. Hann gerir það. Hann er að gera það og hann er rífandi kjaftan á tuðandi að rýrir alla þessi gauðra sjálfstöðsti. Það er engin ungur þarna sem að þora að taka skarið að gera eitthvað svo Victor Lú eða er einhver ungur í þessu liði fyrir utan Arnór yfir höfuð eða? Þú veist, Kristófur Breki Hann er 30 sko. Ég bara segja, skilur, Ísland leikmenn, skilur. Men Daniel Mortensen lítill í sér, sko. Bara þegar búið að gelta svo mikið á hann og drulllegar hann sér ömulegur og hræ og bara ógeðslegur Dani. Heldur hann sé að því? Held ég hann sé að því. Hann gera þessi þætti þarna, tekur hann Mortensen sérstaklega fyrir inn í klefveitskiptið. Sagan segir hann sagt við Jóa í gær, bara ekki setja hann að gæ inn á, skilur. Heldur hann sé að gelta Óla? Ég held að Óli sé eini harði gæinn í þessu liði sem getur tekið þessu og sagt hann að grjóta sig, sko. Þó hann gerur ekki bara halda honum góðum, sko. Það er easy fyrir Kane að því hann er fílustjórnari, skilur. Meðvirkni samt, sko. Að gelt á einhvern danskan leikmann. Ég held að þú veist það sé ógeðslega svona go-to hjá Kane, skilur. Já, mjög auðvelt skotmark. Þetta er bara, svo Pargo þarna í þessu leiklegum situr þarna og allar hlustar á þjálfarana sinn, skilur. Þetta er svo mikið vanvirðing og bara svona áhugaleysi. Pargo virðist vera svona, sko, eins og hann sé ekki alveg svona hluti af hópnum sem er ógeðslega heimskulegt að segja af því að hann er í annað sinn hérna og allt það. Já, bara en þetta er nákvæmlega þannig að Jói er að gelta á þá og Kane er eitthvað öskra á hann tilbaka og að sitja þarna allir eitthvað svona kynkandi kolli og svo glittir í Pargo þarna á kantinum eitthvað svona að horfa á einhverju gellur upp í stúku, sko. Hann er ekkert, hann er aldrei eitthvað, ekki nema bara þegar hann tók sko spjaldið í fyrsta leik og bara svona, strákar, færingar hans frá, give me the ball here. I will dribble a lot and then I will shoot a step back three. Það bara pyrraði mig ógeðslega mikið að sjá það tvoðna. Ég væri Grindvíkingur, ég væri ekkert eðlilega pyrraður út í þessa gæja, sko. Manni vil, hann er pyrraður heima hjá sér. Já, og ekki út í þá, sem er galið. Jú, já, út í hina líka, minnar leikmannina, já. Hann pyrraður út í örugglega Arnór sem er komin með meðslum og eins og sé, hefur ekkert sjálfstraust af því að hann fær ekki traust. En sko, okay. Hvorki frá meðspilurinn sínum nýja þjálfara verið. Sko, Arnór var frábær hérna í byrjun sísón. Já. Ok. Svo meiðist hann alveg illa. Hann er lengi frá. Nú er þetta einhver algjör snilld að þeir séu að keyra hann í gang og hann verður klár í finals á móti Stjörnunni eða eitthvað, skilur Þeir verður þetta að spila honum eitthvað, skilur En þú veist, er hann tilbúin að spila svona mikið á mikilvægum mínútum miðað við frammistöðuna? Sko, mér finnst verst hvað hann var lillu varnarlega. Já. Þú veist, ég get alveg skilið að hann sé ekki onnit sóknarlega endilega og beittur, en þú átt allan að geta spila eitthvað vörðin. Kári lappar hann tvisvar sinnum fram hjá hann bara í lay-up, sko. Og svo braut hann einu sinni, gaf hann ekki end-one hann einu sinni á móti einhverjum. Mér líður núna þegar allir eru heilir í Grindavík, Valur, Kristoffer Breki, Raggi Braga, Arnór, eins og þeir svona einhvern veginn veit ekki hver er hvar. Kristoffer Breki er einhvern veginn að byrja samt Óli náttúrulega, þú veist, hérna í fimmannarliðinu og svo er þetta einhvern veginn Valur Vals er í 0 mínútum, sko. Óli byrjaði í gær. Þú veist, eru einhver rök fyrir því að Valur Vals er í 0 mínútum eins og við höfum talað hann kann þetta, hann hefur verið á sviði. Já. Hann getur sett galopinn þryggjastega skot þarna og tekur þau. Kane þarf aldrei að öskra Valur Vals sem skjótu, það er meira bara svona ekki skjóta 4 metrum fyrir utan, sko. Arnór er einhvern veginn að spila
komandi úr meiðslum og Valur ekki neitt. Svo Raki Braga einhvern veginn fekk hann að galopið þrist í gær og sko hitti valla framan á hringinn sko. Munið eftir þessu skoti eða? Já. Ég held að Kane eigi aukasendinguna í hornið Já. og bara svona, það var eitthvað comeback í gangi og bara svona, þetta er bara way off. Já, maður hafði aldrei trúið að þetta væri frá honni, skilur við. Æ, ég veit það ekki. Mér finnst bara sama, stólana, ekki sama, mér finnst það allt öðruvísi, vissulega, en þessu Grindavík sé leiðtogalaust, skilur við. Þeir eru með eitthvað gæja þetta sem heldur að sé eitthvað leiðtogi en enginn hlustar á það því að hann er búinn að gelta í 3 ára þarna og allir hætti að taka marka á honum, sko. En hvernig fer næsta leikur á 50-daginn? Valur. Eru Valur að fara að vinna þetta einu í það? 3-1. Og mér finnst bara verst hvað, eins og í viðtölum til leikinn og annað, sérstaklega við Jóa, hvað hann var einhvern veginn eins og hann verið bara ráðalaus, bara, ég veit ekki hvað ég gera hérna, sko. Hefur það einhvern tíma, kemur það þér á óvart? Já, þú veist, bara viðmótið, skilur, hann var bara svona eins og hann væri bara, hann fallist hendur, Hann var brotinn. Hann var brotinn. Ég fekk sent. Það er 1-1 inn í undanúrslitum, þú veist, það er bara jafnt, þetta er bara eins og það væri 0-0, 1-1, bara serían er að byrja og það er bara eins og heimurinn hafi farist að þeir töpuðu einu leik, sko, og það bara veit ekki hvað ég gera í næsta leik og já, þeir má skoða þetta og þeir má skoða þetta og þeir má skoða þetta. Nefndu svona 5 hluti sem þarf að fara að skoða fyrir næsta leik og maður er bara, úff, sko. Ég fekk skilaboð frá einum í gær sem spilaði leikinn á háleguleg. Hann sendi á mig þjálfari Grindvíkinga. Gæti nú bara alveg eins og verið með eitthvað sem með táknmálsfréttir til að stýra þessu liði. Það er svo on point, sko, að því að hann, já, er í rauninni eins og hann sé mállaus þarna, sko. Já. Oft á tíðum. Þetta er bara fullt að geðveikum playerum að play ball, sko. Já, það var náttúrulega líka erfitt, skilurðu. Þetta er nú ofta ekkert bestu leikliðin sem hann tekur, en svo ertu líka bara með 2 gaurar bara sem hlusta ekkert á hann, sko. Já, og það er alltaf seint að fara að grípa inn í það núna. Já. Og löngu búin að missa það að geta að fara að stoppa eitthvað upp í þetta núna, að segja maður grjóta sig eða eitthvað, skilur. Það er alltaf seint að þessi grípi, sko. Já. Bara allt í núna í undanúrslitum 1-1, heyrðu, nú haldið þið kjafti og hlustið á mig, skilur. En svo er bara spurning hvort að þeir séu samt nógu góðir í körfubolta til þess að fara gegnum þessa seríu, sko. Bara á individual quality. Þetta er oddur sem Valsara muni svo Ég segi 3-1 Valur, sko. Ég bara sé ekki hvernig Grindavík er að vinna að leikana, sko. Þeir alltaf eiginlega, þeir rændi dálítið Þó að búka sig á, sko. Já. Hvernig Igor Maric spilaði í þessari seríu og bara svona áran yfir honum. Er þetta ekki einhver major skit að Keflavík hafi ekki bara sænað hann fyrir sísonið eða? Jú, sem ég, sko. Ég meina, hann er allt sem að Keflavík var ekki í vetur. Já. Harður, yfirvegaður, spila rulluna sína, þú veist, bara svona... Líka bara ógeðslega stemdur þegar hann setur þessi skot, skilur, hann rífur alla með sér og bara öskrar og svona. Toppstandi. Ógeðslega harður. Gefðu mér Igor Maric staðinn fyrir Craig Möller. Alla daga vikunar. Alla, sko. En það er bara, við komum inn á þetta þegar ég var hérna síðast, það er svo óspennandi að það er 4 slott og eitt af þeim þá fertur Igor Maric, skilur. Bara svona fyrir tímabil. Já. En besti sjútur sem hefur verið á Íslandi, já, sko. það er nú málið, sko. Ég er bara, ég er sammálaður ef að innlappa Taivo Badmus og þekktar stærðir sem að bara svona, við urðum að taka 2 lot hér í staðinn fyrir þig, gamli. En þú bara færðin bara fullt af gauðinu sem að enginn hefur séð og þú fyrir utan King Missa Bullets. Við getum tekið bara hérna... Það var enginn geitin, sko. Nei. Við getum tekið bara samanburð á annarri skittu sem er í Tindastóli með David Geggs. Myndu ekki alltaf taka Igor Maric frekar? Jú, veist það grínast. Allan daginn. David Geggs er hérna svona... Já. Þetta er sami leikmaðurinn. Já, ég veit það. En annar er bara stærri, sterkari, Ég veit það. harðari, meiri ára yfir honum á meðan hann er að þjálfa körfubolta. Igor Maric mætir andlitið af einhverju gæja sem er yfirkjæft bara svona. Já. Og bara segir að grjóta sig, skilur við. David Geggs er ekki að fara að gera það. Nei, hann er að fara í næsta túr. Með hausinn á sjónum bara. Er þið spá á þennan, strákar? Ég var að spá þess að það 3-1 Valur fyrir mér, sko. 3-2 Valur. Ég segi 3-2 Grindavík. Þeir munu... Finna lausnir. Nei, þeir munu, lausnin er bara að Pargo bara fari meira á hringinn og Kane bara dræfi aðeins meira og... Pargo náttúrulega, hann var alveg týndur í þessu leik, sko. Það er bara sama og í hinni seríunni að Stjarnan vinnur og í þessari að íslenski kjarninn, ég er búinn að segja þetta við nokkur sinnum, hann vinnur alltaf á Íslandi. Vinnur alltaf. Íslenski kjarninn og Stjörninn þá bara Hilmar og Bjarni Guðmann, eða? Það er bara nóg.
Þeir eru með 4 atvinnumenn með, sko. Bara gauðra sem eru inn á vellinum að spila íslensk kjarni. Það kjarnin, skilur. Bara góði íslensk gauðrar. Það er einn Íslendingur inn á í stjórnunni, sko, at most times. Bjarni og Hilmar. At all times, þegar Bjarni og enginn er í villuvandræðum, þá eru 4 útlendingar inn á. Bjarni er alltaf inn á. Nei. Jú, 9 mínútur, 30 Það er mínútur. að þeir eru villuvandræðið. Ef það er ekki villuvandræðið, þá er Hann er að spila svona 20 mínútur leik. En það er svo nóg, leiðtogarnir er Hilmar allavega. Já. Það er ekki hinliðunum. Leiðtogarnir í Grindavík eru útlendingar, þannig að þeir eru ekki að fara að vinna. Ertu að segja það? Já, ég raun, já. Ertu það að segja mér að Óli Óla sé ekki leiðtoginn í þessu Grindavíkurliði? Því miður, hann ætti að vera það. Já. Djúvill held ég að það sé erfitt að vera hann með þessa gaura þarna. Ég held að... Hann er aldrei búinn að missa hausinn við þá. Nei. Hann hefur aldrei mist hausinn við Kane. Og bakkaðu upp alltaf, skilur. Já. Ég Ég held að hann sé samt ofta að keyra heim til sín, skilur, Það hlýtur að vera. og ringir í bróður sinn, jafnvel bara hinn bróður sinn, ringir í Lalla bróður sinn og bara svona, veistu, ég bara, þú veist, brósi verður að fara að láta hann heyra það, sko. Ég meika ekki hann að gaur. Og þá er Lalli bróður hans eitthvað að róa niður, skilur. Já. Þetta er alltaf mikið grindist. Æ, skilur, Já, já, þetta já. getur ekki á myndavélinni, Nei, getur nei. fyrirliðin ekki farið onni í besta leikmannin eða næstbesta leikmannin og Nei, nei. sagt honum að fokkin grjót halda kjafti og einbytta sér að leiknum, sko. Það bara fer svo í mig að menna að segja, já, hann er bara að spila svo hái leveli og hitt og þetta og eitthvað. Bara, gæinn er bara gerpi, sko. Já, já. Hann er bara gerpi, sko. Það er ekkert eitthvað réttlætilegt við að hvernig hann lætur, sko. Nei. Þetta gerur engum gott, allan ekki í dag. Kannski gera það fyrsta ári þegar menn voru ekstra að hlusta á hann ennþá eitthvað. Já. Það er löngu að fara út úr gluggann, sko. Er þetta Last Dance? Já, ef ég væri... Þessu, hann á nú einn. Þá myndi ég ekki vilja sjá hann inn aftur, sko. Hann á 1 ár eftir, Hver? Kane. Aha, Það held ég alveg örglega. ok. Það var þetta ekki Last Dance. Nei. En það var svo gaman að sjá þannig að þeir voru alveg gíraðir í byrjun. Já. Þegar sáu Guggu þarna fyrir aftan körfuna. Þetta voru bara 3 flex bara þarna fyrstu 3 mínútunum hjá Kane og Pargo. Já. Var ekki over-underlína eitthvað þarna á Kúlbett, hversu oft þeir myndi fara að flexa Guggu? Já, var það málið það? Nei, ég veit það ekki. Með góður. Gúmibát. En þið tók alveg báður flexi, sko. Snöggir að því. Hérna, Við erum Epic Batman. förum í hérna smá í fyrstdeildina. Þar sem að það er leikur í kvöld á Selfossi. 2-1 sundri. Við töpuðum svolítið af peningum á Selfossi síðast. Það er að Selfossingar koma óvæntan 10 stiga sigur. Já, það var nú jafnt þarna alveg í 4. og svo endaði þetta í hvað, 60 með eitthvað, eða 5. Maður ekki. Það endaði eitthvað svo leiðis. Þeir tóku raun annars sittir. Já, Gerðu heiðarlega tilraun. já. En við nuðum ekki allt upp aftur þarna í leik 3. Jú, en svo er spurning hvað gerist í kvöld. Já. Þeir voru að vinna 2 heimasigra með 20 stugum. Já. Sko, ég er að spá, sko, Hvað er línan? -8,5 eða eitthvað? maður sjá. Það ekki? Great radio here. Það er ekki komið inn, ennþá. Ha? Þeir eru menn svovandi á verðinum. Menn eru sofandi á Selfossi. Allir með hausinn á bónusdeildinni. Já. Ég er nefnilega held að Selfoss átti svolítið sinn leik. Ég er samt búinn að segja þetta Selfoss. Já, Svo já. mikið, sko. En Sindri vinna í kvöld. Ég held að taka svona -5 Sindra. Þeir kláraði Já, þeir klára þetta. Þeir klára þetta. Þeir eru bara betra lið. Og svo bara fara þeir í blikana þá. Þetta var þegar bara- það er búið. Þetta var heiðarleg bara það. Já. Er eitthvað að frétta annars úr? Og Selfoss fá svo sem 9 í einhver fyrir þetta tímabil. Ef ætlum að gera eitthvað svolítið fyrir þá. Já, ég vil 10. Já, ok, 10 10 er eða þeir hefðu bara eitthvað farið í gegnum að serið eða Já, eitthvað. en fá 9. Liggur við 10, sko. Liggur við, já. 100% saman hvað gerist frá mér. Voru ekki haukarnir einhvern veginn favourites til að fara, þú veist, áður en play-offs byrjaði? Það voru þeir eiginlega favourites bara fyrir mig, sko. Kannski. Já, Þetta var Hauka Sindri var svona sem að sjá fyrir sér. já, að því, Það hefði vorið Hauka Breiðablik og Haukar hefði farið áfram. Ertu búinn að sæna Milka það? Ekki en þá. Ekki en þá. Það kemur að því. nú er dauðafæri samt hjá Sindra, sko. Já, 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 sko, það er döðafæri. Já, Breiðablik samt eru 6-0 í þessu playoff, sko. Og þeir eru ekki búnir að, sko, jú, þetta endaði reyndar í single digit þarna á móti KF í 3. leiknum, sko. Þeir voru 20 stigum yfir. Og vantaði Sölva og eitthvað. Nei, Sölvi var með. Hann var með 34 stig eða eitthvað. Það var í öðru leiknum leik 2 sem Sölvi var í. Hann var í öllum. Var það núna í þessar séri sem hann var ekki í einhverju leik. Hann var ekki í einhverju Hann var á móti Borgarnesi var hann að setja út. Já, það er það sér hugsun.
En þú veist, þeir eru impressív að taka 6-0 á móti Sköllum og Káa, sko. Já, það er það. Svona örugglega. Þannig að En svona þægileg leið samt. Fá skallana og svo káaf. Já. Já, þetta er alveg þægileg, sko. Sko, fyrsta umferð Skallarnir voru klálega besta liðið, 4 útlendingar. Já. Þetta voru bara Í 4 fyrstu lið í umferð. þessari deild í Já. deildinni. Svo auðvitað koma Ekki Selfoss það, ég og spáði nú KF. að Skallarnir myndu fara í gegnum blikana, sko. Það Skallar í fyrsta ránd, það var lang erfiðasti viðurinn. Hitt var Snæfell, Selfoss, Káaf. Skallarnir á blaði með einhvern veginn 2 ágæta Íslendinga og 4 útlendinga. Já, samt bara búin að vera svo ógeðslega lélegir, skilur við. Veit að það var samt. Á blaði. Já. Já. En já, þetta verður öllum líkildum Sindri Breiðablik og það verður bara hörku serið held ég. Þó ég með Sindri líklegari, sko. Já, sammála því. Fyrirfram. þetta verður áhugavert. Blikarnir ólsegir. Þeir eru nú með íslenska kjarnan. Ég held að verði bara 8 leiks sería þar sem að Þú getur aldrei stoppað íslensku geðveikina. Það hef ég alltaf sagt. ég held bara að Sölvi sé að fara að pakka Clayton Lundin saman, alveg eins og ég sagði Já, þetta hann síðast. gerir það. En hvort það sé nóg til að vinna. Gegn Ljóti er bara ekkert eðlilega segjur þessari deild, sko. Þetta er bara hans deild, fyrsta deildin. Hann á að vera þarna bara í ykkur svona liðum. Láta Siglaðum upp um Dino Stipcic á hann og feðgarnir doppultíman og þeir munu bara finna lausnir. Þeir gera það. Þeir eru stórir og sterkir blikarnir líka, margir hverjir. Já, Athletic, margir. Kanir Sindra er svona álíka góður og þessi kókdós hérna líka, þannig Já, að þú veist, sammála hann því. algjör non-faktor, sko. Hann er engin startar. Nei, þannig að þú veist, 2 af bestu 3 leikmennum seríunar eru blikamegin og þess vegna munu þeir vinna. Sem eitthvað Sölvi og Sardar. Þetta geggja að tala með Sindra þarna í þessu innvið þegar þeir eiga eftir að vinna Selfoss. Já. Þeir gera það. Þeir kláru kvöld. Hérna, Má Selfoss nota þetta? Þetta verður aldrei komið út fyrir leikin. jó, ég er ekki með einn spjöld, þetta verður bara búið hratt. Já, ok. Segið mér eitt, strákar, er einhver þjálfara kapall að fræga sér stað? Þetta hefði mátt vera heima að vinna, sko. Ég get ekki hugsað svona. Við getum bara rætt það núna. Mér hvað... Þjálfari kapall. Álftanes vantar þjálfara, Já. maður heyrir að Jói sé að taka síðasta sísonið í Grindavík. Það Já, þá það- bara eitthvað að fara að búa til nýja þjálfar, myndi ég halda. Skilur mig? Það? Matti Dalma hættur þjálfun. Ísrael Martin laus, getur fengið sér laus. Er hann ekki að fara í Þólasöfn? Þá er Lalli Jóns laus, Já, þá eru hann oddvitið þarna í Kjartan Atli er Hveragerði. laus. Tekur Lalli ekki Hamar bara í annar dildi eða eitthvað? Nei, mér er ekki bara Lalli og Kjartan bara komið með hausinn í pólitíkina og... Kjartan verður aldrei kosinni. Pólitíkin gefur og tekur. Samfélkingin fær ekki sæti í borgarstjórn í Garðabæ. Nei, 100%. það er svo sem alveg ágætis punktur, sko, en... Gaman að sjá auglýsingarnar milli Kjartans og Hlins Bærings, þarna rótera Tveir stjörnumenn. í Garðabænum. Já. Þjálfari kapall, bara Álftanes, ég veit ekkert hver er að fara þangað. Ég hvet stjórnmálaflokka Benni er til laus. þess að... Já, Benni er laus. Ég hvet stjórnmálaflokka til þess að kaupa auglýsingu hér í Run and Gun. Já. Á Ísland samband fyrst, og svo ég skal lesa upp einhverja þvæli frá einhverjum sem er að reyna að bjóða sér fram einhvers staðar. Ég gera það frítt. Þú varst að fá Magga Mix til leiks við þig í miðflokknum, þú þarft ekki meira PR en það, Nei. sko. Okkar fremsti tónlistarmaður. Þið sóttu það Jólapakt, bara. það. Sóttu þann. Hérna, ætlum við að ræða eitthvað meira? Nei, mér bara dettur ekkert hugmynd að þjálfari kapall, sko, ekkert eitthvað. Það er ekki komið svo langt, Akkur sko. fyrir Benni ekki bara í Álftanes? Er það ekki bara fyttið það? Það var það náttúrulega bara í vetur þegar Akkur fór hann þá ekki bara í vetur þegar það var komið eitthvað svona almost there dæmi? Hvað gerir Finnur saman hvernig fer ég á val, þó þið vinnið að tapi, heldur hann áfram? Er hann með samning eða þá? Ég manna það ekki einu sinni. Nei. Ger hann ekki eitthvað samning fyrir þetta síðasta sísón, eitthvað 30 ára eða eitthvað? Ég bara aldrei hvernig svona samningar líka eru upp Er á þetta að ekki geta alltaf áttað eitthvað- út úr þeim. Rúnar verður Segir alltaf áfram í sér Njarðvík, það er 100%. Já. Og hann sagði sem þessi sjálfur í viðtali eftir leik þarna, hann bara Ég fékk væri það með klúseitt og hann ætlaði að fara Já. sér niður og klára það og það verður alltaf klárað. Ég fekk það sent frá örgum heimildum í Njarðvík að Milka, Lothier, Pipkins og Sven, enginn af þeim verður áfram. Enginn af þeim. Enginn af þessum 4 imports Njarðvíkur verður áfram. Nei, það er ekki alltaf leið eða? Og það sé búið að tilkynna þeim þetta. Það er ekki alltaf leið. Jú, ég vil bara segja þér það. Já, eða þú veist, það er ekki heimsett fyrir Njarðvík þó enginn af þeim er áfram. Nei, Það er að byrja með clean slate. það er samt það stór Já. breyting, skilu. Já, Og Loti er svona góður, sko. Menn fengum vist ógeð af honum í vetur í Njarðvík. Bara eitthvað hvernig hann aktar.
Já, einmitt. Ég get alveg keypt það. Já, spurning hvað hann endar, það er nú Týpa. feitur biti. Já. Ég á hvort að vera í Íslandi eða erlendis líka, maður veit það ekki, hann get alveg fyrir eitthvað Og annað. Íslandi er típisku gaur sem getur fengið $10,000 á Íslandi í svona 5-6 liðum og svo í útlöndum þá fer hann eitthvað að hnóðast á 2 metra gaura og kemst ekkert áleiðis. Hann er, þú veist, það er hann 1.90. Hann er bara eins og Badmus, skilur, það er ástæð fyrir að þessi að maksa sig hér. Já. Þú veist, Dwayne Lotti er frábær leikmaður, en hann var bara la í austurísku úrvalsdeildinni, sko. Já. Svo bara smellpassar einhvern veginn svona physicality og hæð á Íslandi smellpassar hjá honum á Badmus og svona gaurum. Þá, þú ferði ekki og lækkar þig 32 ára allt í einu Já, og líka bara tegundar körfubolta sem spila á Íslandi versus í Evrópu, sko. Já. En ég meina Við skora meira hérna, það er verið að skora. Skemmtilegri bolti. Við erum með 100 stiga leiki hérna, 100 og meðan ferðu til Serbíu eða Póllands og þar er 60 eitthvað, sko. Eða Grikklandi eða eitthvað. En það er ekki eftir, einhverjir eftir að tjekka á Milka, eða? Jú, potið. Hann er komið í haugana. Steinar er að tjekka á honum alltaf daga. Já. Ég vil fá hann í haugana. Hann er alveg ógeðslega góður í fyrstildinni, sko. Jakob Bara hvaða stóri gaur er alltaf dekkan eiginlega? Enginn. Nei, bara enginn. Jakob og Linnars eru búin að enda sem í KR. Já. Þeir ætla svona að byggja á. Það er mjög flott. Að enda Rísanna Linnards er mjög stórt. Hleypa honum ekki á markaðinn. Já, hann er líka mjög góður virðist vera að finna aðra letta með sér í lið, sko. Sko ég hata hvað eru margir útlendingar, en mér finnst gaman, þú veist, þegar það eru sömu útlendingar í sömu liðum, skiljum. Það er einhvern veginn svona myndast á Og loyalty eitthvað, sko. og eitthvað svona, já. Þú veist, Linnars 3. árið í röðu KR, þá er hann bara hann KR-ingur fyrir mér, Já. skiljur. Alveg eins og Kenny Choppart í fótbolta var 100 ári í KR og fór svo yfir Fram. Bara svona þekkt stærð og leikmaður í deildinni í fótbolta og alveg sama þó hann sé ekki Íslendingur. Þannig að reyna þeir ekki að halda öðrum hverju léttarum líka í viðbót, eða? Ég veit það ekki, jú, örugglega. Gat alveg, Það er jafnvel báðum, sko. Það sem ég ætla að segja er það sem að ég þoli ekki er svona, þú veist, eins og Keflavík í vetur, skilur. Bara eitthvað 4 nýjir útlendingar þegar að Mosell var ennþá, Já. skilur. Maður bara eitthvað svona, þetta er bara eitthvað svona, það var bara eitthvað farið út í búð og bara eitthvað keypt eitthvað. eins og Njarðvík er að fara að gera núna. Já, Njarðvík er mögulega að fara að gera þetta núna. Já, þetta hefur oft verið svona, bara enginn tíðina. Þetta er nýlegt að menn sé að Rísanna leikmenn aftur Var það ekki, var ekki Haukaliðan Matti Dalma, var ekki alltaf nýtt byrjunlið? Bara náttúrulega góða, season, eða þú veist? Jú, það er náttúrulega dýrt. Já. góða liðast Matti Dalma var leikmenn. náttúrulega með íslenska kjarnan Hilmar og Orra. Já. En svo náttúrulega bara þurfa leikmenn líka að standa sig vel til að vera rísænar. Ég held að í Njarðvík sé það líka máli með, Sven átti ágætis playoffs, en þú veist, Og alveg svona 1-1 leikarna undir lokinn. já, en þú veist, Hann var vaxandi. Þú ert ekki að fara að rísæna Pipkins. Nei, ekkert liðar fast eins og Þar er þetta ekki, þú veist, og í Álftanesi vetur, skilur, þú veist, Já. það er engin mögulega Justin James, en samt eiginlega ekki. Nei. alltaf dýr. Þú veist, það er bara þannig að þú bara sprengir upp. Allir útlendingarnir voru vonbrigði. Ef maður velja í dag að senda Justin James á þennan penning eða KJ í KR á penning sem hann var á, hvað tekur þú? Justin James. Á 20.000. Frekar en hinn á 3.000. 12.000. Eða whatever, skilur. Tekur Justin James á 12.000 frekar en KJ á 3. Ef ég á peninga eins og Getur eitt eigendur Álftanes. Getur eitt meiri Er ég fátækur Matti Dalma eða er ég ríkir og félagur út á Álftanesi? Ég þekki bara KJ, sko. Mér er bara alveg sama ef ég á endan sem pening hvað ég kaupi leikmenn á, skilur. Þá getur bara alveg sæna LeBron James, skilur, eða eitthvað. Nei, Justin James tekið frekar, hann er betri. Ég verð að fara. Já. Hvað segir þau? Ég verð að fara. Herru, takk fyrir í dag, sjáum síðar. I'm the black hearse that came to hold y'all in. This for the hood by the corner store. Many try, many come at Nas if you want a war. Get it. I got mine, I hope ya. You from the hood, I hope ya.